Klukkan orðin 4, það föstudagurinn 11. desember og FN95 blöður hafi göngu sín á þessum yndislega föstudegi, steytist í jólin. Ég veit ekki hvort þessi komið jólagýr í drengina. Ef ég svara fyrir sjálfa mig, nei, ekki ennþá, því miður. Það nú oftast komið á þessum tíma, það bara eitthvað svo mikið í gangi að ég hef ekki náð mér í jólagýr. En fyrirlið FN95 blöð situr vel greittur í dag. Tanbyttu ekki, hvað ertu nýkomin frá tenni eða okkur svona brún? Fór í klefan. Já, má fyrir klefana eða? Tannklefana? Já, ég fyrir tannklefan í hverju viku. Já, ok. Og Þóru alltaf setja ykkur á það og bara Eina, ég vil ekki taka á gýrina strax í byrjun þáttar, en það ekki gott út með svona skegga því að pínu eins og sett með kakómalt í andlutinu. Já, sko, ég var acting í gær. Já, acting, activist. Ég var gerður skítur í framann. Það að bögga þig. Og það ennþá í andlutinu mér. Okay. Þetta ekki klefin. Nei, þetta ekki klefin, þetta að þú skítur frá því tökum á leiðinu. Ég acting in an action movie. Já. Og ég skítur það. Þú dirty. Við hliðin á fyrirlega þáttarins. Já, ég þarf að vera góðu við það núna. Ég ætla ekki að kalla hann varafyrirlega þó hann sé það. Ég ætla að kalla hann dýrasta og markaðasta leikmann FM95 blöð. Það afmælisbarn frá því á miðvikudaginn. Steinþór Hróar Steinþórsson, hvernig ertu? Ég fyllandi góður og ég fróandi fínn í dag. Óbóðslega gott að heyra. Já, ég með afmælisbjór. Já, þú er náttúrulega skilið þitt. Já, ég gaf mig leyfi og opnaði afmælisbjór. Ég er náttúrulega ekki að brúna ill, ég er bara frekar fölur. Við erum báðir frekar hvítið við liðin á. Samt frekar sexy. Sexy skegg og bara sexy. En það ég að leika hrotta í myndinni. Hann á ekki að vera tannaður. Ég er svona amfetamínfíkill. Hvernig myndir þú lýsa skegginu þínu fyrir hlustendum? Þetta geðu. Þetta er svona röndbar undir. Þú myndir ekki ganga með þetta. Ég með línuskegg. Já, heitir þetta línuskegg? Þetta er línuskegg, herru, það er reynda mjög fyndi. Ég ætla að skvíla þessu bara. Það var helviti fyndi í tökunum þegar þið voruð ekki. Og bætti bjöllinu við, hann var að segja, hann var að spotta mig, ég var að tala við hann á fundi. Og hann horfði svona á mig og sagði, yes, you little disgusting man with that funny thin beard. Hann er eitthvað besti karakter sem ég hef séð í bíómyndunum. Hann er alltaf að springa og hann er svo rugglaður. Já, hann er geggjaður. Hann er svona, ég hef mjög gaman að þessar típu. Hann er svona alveg gjörsanlega sturlaður. Hann er svona æstur og alveg pollrólegur til skiptis. En hvernig er það verið orðin 36 ára? Ég bara ágætt. Ég held það. Ég finn ekki mikið mun. Heldur það? Já. Þú náttúrulega takkar að bjóða okkur í afmælið þitt. Já, sko, þegar þú heyrðir í mér á miðvikudaginn, nei, á þriðjudaginn, þá myndir ekki eins og ættir afmælið daginn eftir. Þá myndi ég ekki. Við ætlum að hittast og fara yfir eitthvað sér. Þú bara svo allt í hennu myndir það eftir og skelltir á mig og ættir afmælið. Hvernig er það hægt? Þú og blöður svona svart og hvít með Gjörsamlega. Það er fáru veikur. Ég var ennþá að halda upp afmælið minn núna. Ég var á Hótel Ranga og Ofurölvi í viku. Þú varst ekki í viku. Ég sendi á þig daginn, hérna saman dag. Ég sagði, heyrðu, jöfullin, við þurfum að cancela hitting maður. Ég á afmæli annað kvöld. Nákvæmlega bauðstu okkur ekki? Og það var ekkert, ég var bara með familíunni, bara konunni og krökkunum. Fékkstu ykkur að gjafir eða? Já, ég fekk gjafir frá þeim, ég fekk svona, ég haf búin að beða þetta svolítið lengi. Ég fekk svona heilgalla, svona kósi galla. Sem ég fekk bara eins og greistlingar. Já, einmitt. Og þannig að ég er komin með þannig. Var það drauma gjöfi að fá kósíkall? Þú getur verið í honum í rúmkólunni í geimi. Já, ég er að fara að gera það. Þetta er rosalegt og þetta er bara my gaming outfit núna. Varst ekki búin að biðja Egil off air að hætta að kalla þetta rúmkólu? Nei. Þú sagðir ekki orðrétt en að hætta að kalla þetta rúmkólu? Nei, hann má það. Já, ég gef hann grænda það. Menna Nei, þetta er bara gamingherbyggi. Þetta er ekkert annað. Menna konaðinn, er hún ekki að vinna það? Jú, þetta er náttúrulega, jú, en að vissuleiti náttúrulega er þetta bara rúmkóla. Það er bara eitthvað sem ég þarf að taka á mig en já, þetta er sko gallið sem er pantaður utan. Svo fekk ég buxur og svona, þetta var svona en samt hvernig buxur? Ég fekk svona North Face buxur og alls konar svona skemmtilegt. En þetta var svona aðalgjöfin fannst mér sko. Já, kósikalli. Já, þú veist, þetta er rosalegt sko. En ætlar ekki að halda ammælum helgina partí út af því að þú er svona bad boy of COVID. Þú heldur partí, þetta er skipt saman. Þú ert alltaf með eitthvað matabóð og veistlur. Varstu partí og postaði. Já, Halloween partí. Ég ekki staðfest að þetta er bara ekki rétt. The bad boy of COVID, hann kallaði það af Þóróla þeim? Það er bara ekki rétt. Hann gefur zero fuck þessi 10 manna reglu og það kjafta. Ég get lofaði því. Hvort er afmælið í kvöld eða annað? Ég get lofaði því, hann hefur aldrei talað um mig. Ég skal brjóta þessar reglur og mæta. Já, ég mæti. Heldur að Þórólu sé heima og tala um mig sem bad boy of COVID. En hvernig voru breytingarna? Mætti hann halda um afmælið sitt, er ennþá bara 10?
Já, veist, smálega, hann á heima náttúrulega í ykkur 700 fermetrum og ég held að þú megi vera með eitthvað 5 Já, mættur hólfa það bara niður fermetra eða eitthvað. Jú, þú getur staðið alltaf sama staðnum Ég held að íbúðum mér sé svona 120 Landakost með okkur Nei, sko Já, en það væri ógeðslega gaman að leið og að má af því að ég held nú ekki oft upp á afmælið mitt þá væri ég Oft, ég er búin að þekka í 11 ár, þú er aldrei haldið upp á Ég hef aldrei komið í afmælið til þín Nei, ég sem er bara pínu sad Ef gerir eitthvað í kvöld Ég til, okkur gerum við ekki eitthvað í kvöld Bjóðum hlustandum Við erum með gig í kvöld Sun is shining, þú veist bara, ekki Jú, með Kahoot, online Herðu, nei, ég er bara að fara að segja á þann að sem sagt, ég er ekki King of Mataböði, þú ert náttúrulega búin að vera með Þú ert búin að halda fleiri en ég held á Thanksgiving og búið Nei, það er ekki Ég fór út af borðins Nei, heyrðu, Egill Kallar það matabóðum að fyrir á fabrikuna fór sér að borða það? Nei, sko, það er búið að vera planið að FNÍ fyrir blöðmenn taki raut og klaka Það er búið að vera planið í svona 4 vikur Ég tvís var klikka, annan tíma var ég að fór út að borða og hitt var að því að Thanksgiving og þá var búið undirbúið matabóð heima Þú ert búin að taka næsta 50 frá Við erum næsta 50 Þá verðum við rauðin og klökum í einhverjum tölvuleik sem ég aldrei spilað á æðminni 50 17. Já Og það er það leikurinn sem talar daginn Among Us morðingi og Among Us og þetta mennur að plotta og ég er nú vilja að fara í eitthvað aðeins meira spennandi leikin Þarf það bara lígari það Já, sko, ég er sölumar Ég er að segja það, Ötti er líklegast besti Among Us spilari landsins á hans að vita því Blöð aftur að taka, hann þarf að pakka maður saman Þarf ég að mæta sem sölublöð á 15 Staðfest Það er bara þannig Við erum með rosalega þátt Manst þú áður fyrir við þáttinni Finnst þér langt síðan þú varst 36 ára? Finnst þér þú að horfa á steinda? Does he look like a child to you? Sko, eftir 36 núna? Já, 36 Look like a child, þetta er 4 Nei, það skiptir ekki máli, þú varst ekkert að vera upp hvað varst að gera Herðu, við erum með Bara nákvæmlega sama varst að gera Fóru við ekki að EM þá? Jú, það er rétt, þú varst á EM í Fraklandi Þá var ég jafn gamall og Stóni núna Fóru við EM, mikið að rauðu, töðaði mikið Það var veistla Aðeins skemmtilega á 36 ára ammálinu þínu heldur að steinda Satt út á okkur torgi í 30 gráðum Er það ekki þá sem Hjörvar Haflega var Passionate Já, og var maður ásins og FNÍ fyrir blöð eftir að hann stegu upp úr þessu fettsemi Já, ég meina Var það ekki 2006? Hann svona, þetta gerði hann einhvern veginn sterkari, þetta braut hann ekki því að flestir einhvern veginn, þetta fyrir illa í flesta að vera fattsemaður sko, ekki höfpa Nei, hann tók þetta bara á kassan Við erum með svaðalega þáttan ykkur í dag, kæru hlustendur Við erum með spurningakefni, gerist það hvað byrju, þú varst eitthvað að segja mér á, hvað er þetta? Sko King of Love? Nei, hvað Ég ætlaði að vera með King of Handling the Christmas Dress út af því að mikið stress sem tengist Og hverju hættur það? Já Ég sé að búið að hugsa út af ég er alltaf með árlegu keppnina minna King of Christmas sem er alltaf næstiði föstudagur Já, jólakeppni næst Og þetta er of líkt Þannig að ég ákvaði að vera með King of Being Romantic því ég fór að hugsa, hver er romantísk Hefur það aldrei verið? King of Being Romantic? Nei, ég sko flett upp í gagnasafninu mínu ég er með þetta mjög vel documented og ég hef aldrei verið með nákvæmlega þessa ég er með svona svipaða en ekki okay. Ég langar að vita bara hver er romantísk Þetta er basically, þú komið hringin höður Ég er að koma inn sem sterkur underdog núna Já, því ég er svo romantískur Ég er bara skammaður oft fyrir þetta Ég er ekki romantískur Blöð favorite Já, ég er búin að reyna að vinna í þessu maður og það bara ég bara er það ekki Já, ég get ekki talið sem favorite innan samt þó ég sé með óromantískasta mannirna framan mig sko. Þú getur ekki teltið mikið unnið í þessu Þetta er líka ekkert eitthvað sem þú vilt unna eins og Manswears er bara romantískur punktur Það myndi pakka okkur saman Þetta er ekki breyk Þetta er samt sko, málega það er eitthvað í vatnir átt á króknum það eru allir heldur romantíski þar Landaköss er eins óromantískur og hægt er að vera Ég get staðfest En þetta sko reykir hann ekki það hefur verið það sem tröflaði Nei og bara gefur hann potið ekki stífan En svo er það náttúrulega líka eitt að Ötti er náttúrulega sko þú hefur skrifað ástabrif Reyndar, já þetta fyrir út eitthvað svo Ég er ekki svona með það Thank you Stóni Það byrja að hætta að bæta með punktu Þetta á það að vera Reyndar án þín og þetta kjaftaði líka sko Herðu, bæta einn núna
Svo erum við með Íslands slúður í fyrsta sinn í langa tíma, ekki satt Steinþór? Jú, það er brakandi fest Íslands slúður og það er svona kannski, ég ber að nefna, það er Helgi Rafael. Helgi Rafael, já. Hann kom fram á Zoom-gigi í fyrsta skipti í langa tíma. Okay. Í fyrsta skipti á ævinni bara. Og það er náttúrulega svona einhver svona... Hann er að skemmta í COVID. Já, það er svona rafræn gig núna, það er einhver ákveðin bylgja þar í gangi. Allir rakin og þessu Zoom-gig. Þetta er nú reynda bara umræðefni fyrir sig. Hvernig skemmta töframenn? Já, í þessu COVID-röfni. Það kemur alveg skýrt fram hér og eftir af því að þetta var fyrsta. Ég veit náttúrulega að þitt kjaftaði sko. Nei, alls ekki, þetta var fyrsta og eina gigið sem hann mun taka á Zoom. Já, ok, það verður ekki gengið vel. Það verður ekki verið. Við erum, skal ég ykkur segja, líka með geggjaðan klefa. Við hendum í engamáli í fyrsta sinn í langan tíma, Steindi. Já. Þú fórst á kostum þar í klefanum. Við vorum að vinna með jólin. Og svo er, Ingo Veðug, hvernig gæti ég glemt því maður. Hann er ekki komið til okkar lengi. Eitt svona, ég vil ekki að segja eitt besti vinnu þáttarins af því að það er svo gaman að fá hann er svo reynskilinn. Hann har komið smá Twitch-chat, það eru fréttir frá honum, það er hellingur af sko, við erum að fara að uppljóstra nokkrum hlutum með nættir. Þegar við spyrjum Ingo eftir, hvernig hefur það Ingo? Þá segir hann okkur nákvæmlega hvernig hann hefur það. Hann segir okkur nákvæmlega hvernig hann hefur það og ef hann hefur það ef hann er eitthvað þungur á því, þá segir hann það. Þá bara vitum við það. Það kemur bara í ljós á eftir hvernig hann hefur það. Hann er að fara að plugga og spjalla. Já, sko, plugga tilkynna líka. Það eru nokkar tilkynningar þarna hjá. Það er að Ingo kemur að plugga, veit það eitthvað good shit. Ekki það, ég held að hann sé ekkert að vera að koma að plugga, ég held að hann sé bara að koma að spjalla við okkur í fíla. Það er virkilega gaman að ræða við Ingo. Þannig að eins og þið heyrið, kæri hlustundur, það er nóg framöndan eitthvað sem viljið bæta við þetta í lokin drengir áður í setja og Bubba. Já, hvað Bubba ætlar að starta þessu? Sko, þú ætlar afmæli í vikunni, Steindi. Já. Og sko, þó að þú gerir lítið úr afmælinu, þá finnst mér að great honor að vera hérna með þér í afmælisvikunni og ég þakka þér fyrir þetta boð. Hvaða Bubba lag viltu? Býtu, má ég velja? Já. Út af því þú ætti að vera snöggur svo að þetta ekki tempóð hérna. Við erum að FM sko. Já, ég ætla að henda núna í smá óvænt. Ég hefði yfirleitt tekið serban, að ég er mikill serbamaður. En ég ætla að starta þessu þætti á blindsker. Fíla. Hældi þér að hlusta á FM 95 blöð hér á FM 957. Það er, fullu bátur eins og alla aðra föstudag. Og við erum í datnuðu mækið minn, við erum í fantagýr hérna. Og við glemum að tala um það í byrjun aðandrengir að öll lagirinn hjá okkur er tómur af partískell. Já, við erum í vesenni. Þannig að við erum smá í einum bíl. Já. En við þurfum að byrja að neita búðum pantanir því að það er bara staðan því miður. Öll spilin er í búði núna og það er bara að gera að tryggja sér eintak fyrir jólin. Er eitthvað skemmtilega að spila jólin? Hefði einhver sagt okkur drengir fyrir 7 mánuðum að þurfum við ákveðum að gera spilið og panta það væri COVID. Það kemur 3 til 4 bylgjur af þessum viðbjóði og þetta er jóla, þetta er spila og bókajól. Það hefur verið fínt að fá það bara. Sáum ekki framtíðina félagarnir en nei. En það er ennþá spilt til. Það er nú ekki uppselt. Það er vel gaman að vera með nokkuð stúsundi viðbót. Þetta er lúksusvandamál okkur félagunum og spilið er skemmtilegt. Það er 1, 2 og 3. En að þetta fór svona og það verða ekki kannski spil handa öllum, þá ætlum við líka að reyna að vera duglegir að beina fólki þegar að fyrir að klárast í einhverju búðum. Þá ætlum við að reyna að beina trafík bara á Instagramin okkar hvað er hægt að fá spila ennþá. Ætlum við að reyna að vera duglegir að sinna því. Fólk getur fylgst með því, en eru tilbúin í slúðir, drengur? Eru klárir? Ég vona að slúðrið sé gott. Ég þarf á góður slúð að halda nú. En það? Vondafréttir í vikunni og okkur vondafréttir, liggur eitthvað á það? Nei, bara Gimmin og Þórólur ákvað að loka Gimmin til 12. Já, það er reyndar óþólandi. En ég ætla að byrja, þetta er byrjað þig. Thank you. Ég ætla að byrja á manneskju sem er vel fræg en hefur samt ekkert oft verið í slúðræfin í FM blöð því að hún er lítið, hvað segir maður, lítið gert. Já, svona, þetta er Paris Hilton. Já, ég er það hjútspennið ekki. Ég var á giggi með henni bara þar síðasta júli, ég var á Tomorrowland, hún var með set. Já, hún er alveg DJ. Hvernig er hún sem DJ? Og headphones sem kostuði meira en Range Rover. Líkundur á því hvað eru líkundur á því að hún hafi valið eitt lag í þetta set sitt sjálf? Var hún góður DJ? Já, sko, ég þarf að hrósa henni út af því að nú er ég búin að vera Tomorrowland nokkur á röð og oft er þessi DJ-ar að reyna að vera of sniður. Þú veist, það eru takk ykkur lög sem að þú veist, takk ykkur að sjensa á svona. Hún bjó bara til sett að sem að liðið hoppaði eða söng allan tíman og tók bara örugg lög og það með geggja sett og það er og það þarf að hrósa fyrir það því að hún umveitlega geta alltaf að vera sniðug
þú veist, og vera eitthvað of cool með eitthvað lög. En er hún að gera eitthvað sjálf á sviðinu? Er hún að mixa og ít og taka? Er þetta bara tilbúið? Hvað gerir DJ á sviðinu? Það mætti basically segja Það var hún að segja eitthvað, hey, how are you? Það er reglulega mækin. Sumir, svo Guetta segir ekki orð. Þú sagði mér sem virtasti DJ landsins að það er algjört möst að rífi mækin. Já, svo hún gerði. Hún sagði reglulega eitthvað, hey, Tomorrowland, og trompuð þetta. Og nálega, sko, ég hef aldrei lent í því á Tomorrowland að vera lappinn eitthvað svið og það er lokað eingangnum. Það gerist aldrei. Þú getur alltaf lappa á þetta svið. Það voru svo margir. Fengið koktel frá annars svið. Ok, þannig hún er vinsæll DJ. En það var bara skellt í lás. Þannig að mætti henni segja mjög heiðarlega, hún er mjög flink í því að raða saman góðum lögum. Já, ég meina hún hlýtur að fá mainstage, þannig að fljótlega Shaq fekk mainstage og hann er með djöflasýru. Þegar sko, þið myndu heyra þessi Shaq er að spila hana. DJ Diesel kallar hann sig. Hvað kallar hann sig? DJ Diesel. DJ Diesel? Bensínu? Það er djöflasýra. Þið myndu bara, hvað er þetta? Það er svo tölva sig að lóta sig bara. Hann fekk samt aðalsvið bara því að Shaq en hún er samt Paris Hilton. Oft byrjar á litlu sviði síðan þetta uppgreitaður, ég held að hún fái. Þú sem virtasti DJ landsins og í rauninni svona bara okkar DJ, við treystuðu þér að kemla DJ-málum. Einn að fáum DJ-nöfnum sem við þekkjum. Skate Guetta, hefði hann ekki mátt spyrja aðeins oftar Iceland, how are you doing? Jú, hann nefndi bara ekki svo í giggi. Nei. Og það er náttúrulega, þú veist, var annar að spila fyrir 50.000 manns. Kom í höllina, þú veist, 3.000 manns. Bara ekkert að fíla sig þarna. Nei, af því að mér fannst hann hálf slappur. Þetta er ekkert mikið vesen að taka mækin upp. Mækin var alveg á borðinu hjá honum. Það er sagt, Reykjavík, how's everybody doing? Já. En hvað, virkar það að trekk í trekkið? Ég segir bara hands up og það fara allir með hendur upp. Þetta er svona einfalt, þetta er ekki kjartliðsfræði. Nei. Það er ekkert að þessu. Þetta er ekki tengiskrift. Bara var upp og ég held að það veri í símanum upp á sviði að þykjastur að horfa á græðunar. Ég heyrði bara að þessu, hann lappaði út úr flugvélni engaþóttu með USB-kupp og tók ykkur 30-40 kúlur og fór heim. Basically bara svo Bieber, hann Living the dream. Hérna í kórnum, skilur nefndu sig ekki. Ég vil ekki sjá þess að mennið aftur. Herðu, það er ekki nóg með það að Paris Hilton sé geggjaði DJ. Hún er búin að finna sálufélaga sinn. Og já, þau eru búin að vera saman í 1 ár núna. Sálufélagi í 1 ár? Já, hann heitir Carter Room, sem er rosalegt nafn. Ef þú vilt eitthvað að tjekka hvernig hann lítur út, þá var það C-A-R-T-R-R-E-U-M Carter Room. Þau fögnuðu nýlega eins á sambandsamali og hún segist aldrei að vera heppin í ástum þar til nú. Hún er loksins búin að finna sálufélagann sinn og hefur aldrei liðið betur á ævi sinni. Það er svoleiðis? Já, hún hefur aldrei verið jafn náin annarri mannesku og þau fagna sambandsamali í hverjum mánuði. Herðu, cocaine is a hell of a drug. Þegar ég googla þennan gæði. Það er stífur, þræl stífur á öllum myndum sem komið. Sérðu? Nei, ég er ekki tökur, sérðu, hann er með galopin augun og hann er með svona eitthvað plastbrós, fast brós. Hann er eins og þetta myndum. Hann er alveg rennandi blautur á efrivörinni. Þessi maður er á kafi í fíknefnum. Þau eru búin að stefna eitt ár. Hann er brosandi og ég er að skoða myndir á hann. Ekkert að þessum gaur. Þú getur ekki alltaf verið að saka hvern einasta mann hérna að vera á dælunni sem ég fjallum sleiti. Þetta er orðið pínu óþólandi. Ég hef séð menn á dælunni með berum augum. Ok, þessi myndtalla, þessi stóra, hún er rosaleg. Það er reyndar, hún er með brugðið þegar hann sá flassið. Ég held að það sé að stiða honum. Já, ok, hún er bregðuð bara í hvert skipti sem þið tekið ljósmynd á hann bara á rauðum dreglum. Hann bregður honum bara. Þetta er ekki besta við það. En ég er með 2-3 árin hann alveg. Ég minna á Instagraminu hennar er hann alveg eðlulegur, sko. En vantalega, hann er ekki minna í Beth and Beyond þannig að hvað segir þau? Hann er ekki vinni Beth and Beyond þannig að þessi gæði. Nei, hann er vantalega self-made millionaire. Já, hann á eitthvað smá pening. Ákveð ætti hún að vera með gaur sem að vinnur í Beth and Beyond. Já, nei, bara, ég veit ekkert um hann gæði. Ég veit bara að hann á alltaf hellinga pening eða ekki. Já, ég veit ekki, hún er DJ á Tomorrowland og hann lítur svona út, svona samkvæmt Google þá þá myndi ég segja að þetta par sko, ég ætla að spá í þetta. Sko hún á 100% miklu meira cash en þessi. Já, alveg pott. Alveg 100%, það er ekki breyk, en bara þau eru búin að samla í. Þetta væri bara eitthvað gæður. En ákveð ættum þú að vera að byrja með honum fyrir pening ef að nóg til í henni? Af því að það er allir aðrir bara búin að hrynja partilestinni. Hann er til í partilestinni. Hann er að taka sjokkun í partilestinni. Ef þú fer á partilestina, þú þraukar aldrei lengi. Og ég ætla að segja ykkur núna, því að ég er búin að vera helviti naskur í að spá slúrun. Sko, þau eru búin að stemna í ár. Já, leið og þú sagði við mig að hún er búin að finna sálufélaga. Það eru warning bells nummer 1. En sko, þetta er fyrsti gaurinn sem hefur brotið niður múrana sem hann byggði utan á hjarta sitt. Já, þetta er alveg warning bells nummer 2 og 3. Það er mjög vel gert hjá hann. Sko, ok, þau eru sálufélagar, búin að samna í 1 ár og cocaine is a hell of a drug. Ég ætla að segja partilestin, ég ætla að segja að þau gætu þraukað
Þau gætu verið með geggja 2021 okay. En ég ætla að segja 2022 þá þetta því miður búið Partíð búið þá? Partíð búið þá, grunar fyrr en ég ætla ekki að taka sens í þessu Þannig ég ætla að segja 2022 þá partíð búið Já, okay. Við fylgjumst með þessu Kanski ekki að segja shocker en jú, hann forríkur, eðlilega Hvað á hann? Hann á 17M, ég meina það samt að Það samt, hún það ekki að byrja með honum út af pening Það minn en Tom Cruise verið fyrir eina bíómynd Já, en þú veist Já, $17 million bandaríkjadólar 17, það er helling, hann er ríkur sko Það er eitthvað til Tótvis á sko ekki 17 íslenska milljónir Við getum ekki verið að mæla alltaf við Tótvis því að hann er á einhverju skrýtnum launum með kannu metin á greiði kallin En eitt áður í kveð partílæstina hérna eins og Steindi kallar þetta par Hvað finnst ykkur þau fagni sambandsamali einu sinni í mánuði alltaf Er það eitthvað sem þið gerir? Já, warning bells bara enn og aftur Rosalega mikið af sleik Rosalega mikið sleik Rosalega mikið af Instagram-myndum í sleik Hættulega upp á ammali í hverju mánuði Þannig að sérfræðingar mínir hér Warning bells Og sálufélag kommenti er svona punkturinn yfir í Þannig að þetta er, og náttúrulega má ekki gleyma því að þau eru á partílæst þarna á svona 300 km hraða Þannig að þetta er, eins og ég segi Ég er mjög gjafmyndur að gefa þeim heilt ár í viðbót En ég ætla að gera það, ég er í stuði Ok, næsta slúður Sönguna Rita Ora var í viðtali á dögunum og það sem hún var að fara yfir öll samböndin sín en hún glemdi að minnast á Kardashian bróðurinn Rob og sagði bara orðrétt, já, ég glemdi því sambandið var bara stutt, ég var unga og frábært, þetta var skemmtilegt, það var bara mjög skemmtilegt það var eina sem ég man Það er Ríksson á tippatöflunum hann það? Segir Nei, það er bróðurinn Já, bróður hans Nei, bróðir Kim Kardashian Já, byrja eiga þau bróðir? Já, what? Hann var alltaf í þáttunum menna pappiðin veit pottit hvað það er Og það eru 4 systurnar og ég eitt bróðir Já, og sko máli er þetta er hræðilegt þetta viðtal fyrir Rob Kardashian því að hann sko blés út eftir sambandsliðin og varð þunglindur eftir, hann var svo ástofangin að Rita Ora þannig að þegar hún skulle gleyma þau voru saman og fyrir utan það að hér kemur þau áttu í eldheitu ástasambandi og hann tattúveraði andlitið hennar á bringun á sér 2 mánuðin síðar hættu þau saman Það er álufuru skell og hann fór bara hann hlýtur nú að vera búin að gera ég veit ekki, ljónið eitthvað djöfilin sko. Já, dreka eða eitthvað en þetta var ástæðan fyrir að hann samkvæmt slúðri þegar þau hættu saman, þá blés hann út og fitnaði og var mjög þungur bæði líkanlega og andlega greið strákurinn og var drekinn stærri líka Já, ég minna hann þurfti að breyta þannig að þetta er helviti hart þetta viðtal fyrir hann greið Já, hún gleymir honum, hann er með tattoo af henni á bringunni ég held að hann sé ekki að vera að gleyma henni sko. Nei, það er heldur vont svona þegar annar aðlinn í sambandinu bara man ekki eins og eftir þessu og hinn er scarred for life Þetta er skellur og það er sko Kardashian sýsturna þól ekki Rita Ora út af því hvernig hún fóð með bróður sinn Þannig að þetta var svona eiginlega bara olía á eldinni á honum greinu Hann hætti í þáttunum og eitthvað eftir þetta og var alveg Rob Kardashian að gera þetta bara með allt lóður þetta Nei, ég bara vona hann sé búin að rífa sig búin svo kallinn sko Hann var með eitthvað sokka fyrirtæki og eitthvað Sokka, sko hann fættist ekki með réttu spilin eða? Jú, myndalegu strákur Hann er í það Kardashian fjölskyldinu þá fæðist við áttu heppin Já, þú ert ekki með slæma hönd sko Nei, þú ert þetta með góðan, hvernig gæti hann farað í sokka fyrirtæki meðan þær eru eitthvað með making trillions Það sker hann að móka út sokka Já, ég meina þú ert í sokkum ekki snendi Jú, en ég er ekki Það þurfa allir sokka En ég er ekki með sterkar skoðun hvaðan þeir koma Nei, það er eitthvað ágætis en kannski voru þetta bara geggjaði sokkar sem hann var að framlega Ég vann með eitthvað slúðurinn af Madonna hún var að fá sér sitt fyrsta tattoo Þetta er það ómerkildin enn er líka fell mynda Hvað, þetta var Madonna fórst tattoo líka? Já, hún sitt fyrsta og Hvernig tattoo var það? Það veit ég ekki, öllum drullu saman Eitthvað tengt börnunum en það er eiginlega bara Þetta var slúðupakki dagsins, við erum komin við langt fram yfir og skuldum auglýsingar Held ég, elsku vinir, þér að hlusta á FM 95 blöð hér og FM 957 við erum í, ég vil ekki bara segja það strákara því að nú er ammælisvika mín Já, erum við ekki hættulegum Við erum í bullandi gýr, það er bara þannig Hvernig veist það að ég líka fíla og segir þetta sé ammælisvika Já, ég ákvað að gera bara fyrir þig, að því að málið það ég veit að við erum svona, þegar ég á ammæli þá var ég mest til að vera bara heima í náttslopp og spila töluleiki en þú vilt vera partying hard Bjöllinur er alveg eins og þú, hann var í tökum með okkur á þriðjudaginn og það var sko hann var búin að vera allan daginn þá er ekki fyrir konan hans Rakel sendi mér á Instagram hann ætti ammali, hann ætlaði ekki að segja henni frá því fekk löf og allt og sótt andunum, ég skil ekki svona fólk hann bara hann hatar það hann hefur ekkert nefnir í vissinni, ég get lofað því að hann hefði viljað vera heima á sloppnum
Bara með rauðvinsglas. Hann vil alls ekki láta syngja fyrir sig. Nei, hann nenni því ekki heldur. Við gerum það samt. Nei, ég reyndar ekki mikið fyrir það heldur. En ég sko, fyrir þig Já. þá var þetta ammælisvik. Já, ég fíla. Og Ég ánægður með það. henni líkur á miðvikudaginn næsta. Já, við þurfum að gera eitthvað helgina. Fjandinn hann. Hvenær verður ránd á partíið hjá Stóni? Fertur. 30 manns. Það er sko, þú haldur upp á það, hann að skalla því. Ég held Það er alltaf- 4 árið það. Já, ég ætla að halda upp á eitthvað geggja ferðsamlega. En 36, ég held þetta verið svolítið bara. Ég heldur bara öll. Já, Og það eru sko mér grunar þetta verið nokkrir góðir sem við tökum eitthvað alvöru hérna þegar COVID er farið að fara út að geta og ég ger eitthvað. Ég get lofa eitthvað því. Okay. Og fyrir allar hlustendur, Já. maður á að það er náttúrulega kannski erfitt í COVID, en það fólk á að halda upp á afmælið sitt, því að það er ekkert skemmtilegra en að vera bara að jamma með öllum sem að þið langar að jamma með og það er allir að fagna þér. Þetta er veisla. Ég lofa fólki, þannig að þeir sem að haldið ekki upp afmælið ykkar byrjið á því. Þú og Bentur svolítið líkið með þetta. Hann elskar eiga afmæli og hann heldur meira þess að hann hefur haldið upp á hálfsásamali. Já, ég reyndar aldrei verið svo slæmur. Hann hefur haldið upp á Þó ég sé ruglaður, sko. hálfsásamali. En herðu, það er komið að hvort myndur frekar og drengir, það eru engar afsakanir hérna, en ég steingleymd að biðja hlustendur eða sem sagt Instagram followa mína að hjálpa mér og Keistu? Nei, þetta var bara gert í smá flýti fyrir þáttinn, ekki að ég sé eitthvað afsaka með en það eru ágættar held ég. Eru þið tilbúinir? Við erum klárir. Fyrsta, hvort myndur frekar hvort myndur frekar, fá það alltaf eftir 5 sekúndur eða vera sköllóttir það sem eftir er. Fá það alltaf eftir 5 sekundur. Er það máli? Já, sko. Myndur bara klúðra, myndur ekki nennar stund að kynni það sem eftir er? Já. Bara djók, sko. Snöggur að svara þessu. Hvað segir við? Já, sko, ég tekja það fram, ég er ekki með höfuðlagi í þetta. Nei, en þú basically getur ekki stund að kynni það aftur. Nei. Sko, en Er það ekki að hugsa um konuna en Sko, er þetta geggjaðar 5 sekundur? Hvernig getur eitthvað verið geggjað á 5 sekúndum? Ef það eru insane. Já, Sko, það er- kynlífið þitt er styttra heldur en sko fullnæðin konuðinnar en ekki að þá setja bara fullnæðin á 5 sekúndum. En ertu pre-ejaculator? Svona yfir þetta? Nei, ég held ekki. Hún endist alveg. Já, þú veist, ég bara 36 ára gamall eins og við komum fram í þetta. Nei, ég held þetta sé nú bara svona nokkuð eðlilegt, sko. Já, hvað er eðlilegt? Þetta er ekkit eðlilega erfitt, maður. Hvað er eðlilegt? Það veit ég ekki, bara, maður verður að lesa í stemninguna bara. Já, 2-3 lög. ég sverða, ég veit ekki svo hvað er eðlilegt. Það er eitthvað svona 2-3 lög. Þú er alltaf með lögundir. DJ-in þetta, DJ. Það er rosa skrítið. Ertu að DJ á meðan þú ert Setur í- eitthvað kósi á vónin? Ég er voða lítið. Æ, herri, ég ætla ekki að fara að þetta hérna. Egil, ert þú, já, harður á hann á því að þú myndir freka að vera bara alltaf 5 sekundur en að vera sköllóttur? Ég veit alveg hvað ég myndi velja. Já, það er þægilegt fyrir þig. Já, Já, sko. Vá! ég fekk ekki eins og neitt val, sko. Ég þarf svar Já, hérna. þetta er bara, þetta er erfitt. Þú myndir freka að vera sköllóttur, ekki? Sko, ég held að fari agla ekki sérstaklega vel á þessu. En sko, með eitthvað þú varst snöggur að svara, Steindi, Já, þá held ég að kynlífið þitt sé ekki upp á marga fiska. ég það. Því að þú varst bara af 5 sekundur, En mér er bara eins og þið verið drullu saman. En mér er bara andum hárið, ég er ekki Já, með. meira um það heldur en your sex life. Ég Steindór lít er með út fyrir geggjað hár, sko. Ég lít út fyrir að vera frá Júpiter ef ég væri búin að missa allt hárið. Ég getur verið með húi og svona. Nei, já, sko, þú veist. Steindór fær bara ykkur að búð og kaupir eitthvað. Já, ég meina, þú veist, já, Já, nákvæmlega. fyrir magan. Já, þetta snýst ekki Þetta er bara um það, sko. Þetta getur, það er Sko- þetta að gera alls konar. Má ég vera með hárkollu? Já, auðvitað. Hárkolli, já, býttu, þú varst ekki búin að segja það. Sko, ég er- Hárkollur í dag eru nákvæmlega svo sett bara með hár. Það er Akkur engin það- engilega að sjá Akkur auðvitað ekki með hárkolli. Engin Ég sem kom ég að segja þekki það 100 sinnum. Engin sem ég þekki sem er sköllóttur er með hárkollu. Akkur ætti þið að fara að nota hana? Nei, þetta, þú veist, kannski er eitthvað liðið sem þú heldur að þessi er með þykkt að falla þá, hann er með hárkollu, þú veist það ekki. En býttu, það er búið, Nei, en býttu, hérna, það er búið að gúttera allt svona, ég meina, þú veist. Já, ég er ekkert eitthvað ekki með hárkollu af því það er ekki búið að gúttera. Ég þarf bara svar, þetta Þú eru 3 ekki bara spurningar. morgun, allt kynnu komið með sítt ljóst hár. Af því ég get það ekki. Það var reynda rosalegt, þú geti gert það, þú mætt bara með Herru, sjálf hvoru, sko þið getur saman hárið, okkur þið ekki með sítt ljóst hár. Ég sko, af því að við þurfum að fara í millibins ástandi, þá erum við með erfiða Egill, ég klippingu. þarf svarfræði. Ég ætla að taka hárkolluna. Hárkolluna, þannig að þú Nei, ætlar að vera sköllóttur. Nei, gert. Ég ætla að breyta- Fíla. Ég leist þetta með hárkollu. Ég ætla að breyta Nei, þú mátt ekki breyta þarna, þetta var svo leiðilegt svar frá Ég ætla þér. að breyta yfir í Nei, hárkolli. nú vita allir hlustendur að þeir eru drullu saman kynlífið þitt. Hvort myndir frekar, hvort myndir frekar vera tapsarvasti maður landsins eða montnasti maður landsins? Þetta helst enda stundum í hendur sem að þeir eru hugsa út í það. Er það samt? Já, þeir sem eru montnir eru En tapsarvasti þú ert tapsár? og montin þegar ég er að spila. Sko, ég held sér alltaf lægi að vera tapsár. Já. Það vil ekki tapa. En að vera tapsarvasti maður landsins.
Það er helviti hart. Það þýðir basically að fara að grenja þú ert að spila partískell og þú eyðilegur bara spilið. Já, það er mjög þreytt típa sko. Það er ógeðslega skrítið að vera fullorðinn og vera taps. Ég er ekki tapsár lengur þannig sér. Ég var það sem úlingur og krakki. Já, þú ert samt mjög Ég var tapsár. að sé þið sparka í hörðinni í sporthúsinu svona mestlega mánuði síðan. Já, eftir skvas. Já, ok, það er kannski einn íþrótt. Mér finnst bara svo leiðilegt að ég er að tapa í íþrótt fyrir manni sem er í 10 svona verra form en ég. Það bara, ég get það ekki sko. Það tala um Richard. Ég er bara að tala um einhvern. Hvort viljið þú? Hvort er skára að vera ógeðslega tapsár eða hrikalega montin? Ég held að sitt skára að vera tapsár. Já, ég held að mont er leiðilegra. Ef þú væri lappandi hérna gangan að monta það er alveg off sko. Hver ætli sé mont næstum að landsins? Sko, ef þú ert mjög tapsár þá viltu win. Ég veit reyndar um einni, ég ætla ekki bara nafngrein. Byrja garða. Hérna, Egill. Já, ég myndi velja tapsár, það er gott að vilja vinna. Já, gott að vera smá tapsár. Þið takkir báðir að vera frekar tapsárast í maður landsins. Þannig er ekki hægt að spila við ykkur eða neitt hannig. Nei, ég tek líka undir í allir. Það er mjög gott að vera tapsár á ákveðnu sviðum. Já. En það er náttúrulega alveg skelfilegt að út fullorðinn maður og ferði í fílu og tappa kannski ykkur spili. Það er ekki sniðugt. Nei, það er ekki síðasta spurningin hér í hvort myndur frekar. Þessi reyndar, ég er ánægð með þessa. Hvort myndur frekar? Af því að nú er þú rætt að Instagram sé lífið. Rétt. Sem er rosalega skrítin setning frá ferstuðum kallmanni. Hvort myndið frekar að það var ekki hægt að taka myndað ykkur eða þið væri alltaf meðan harðan þegar það tekið myndað ykkur? Jésús. Meðan harðan? Það er að tekið mynd? Bara basically það er ekki hægt að taka myndað en þú sért. Ok, en ef þetta er bara, þú veist, facial photo. Já, þá bara ertu með, það bara sést ekkert. Já, ég segi þá myndi ég vinna alveg með það sko. Já, en hvað ætlar að gera í jólabúðum þegar það er að taka myndir að með fólki? Það er mjög leiðilegt, þú ert í fjölskyldubúðinu sko. Sko, nei, þú getur, þú myndir græta þannig. Líka minn er bara ská í hináttina og snýrð haustnum vel yfir öxluna. Hversu stóri er það að láða þetta? Já, þú veist bara, nei, skiljum snúið bálla líka mann svo fólk getur með þér á mynd. Nei, ég meina með á fjölskyldu mynd þá alltaf myndur svona að græja þetta eitthvað. Og þú getur aldrei heldur verið þá uppið einhvern sko. En fyrir utan það sérst taka aldrei að þið mynd aftur. Já, það er skellur fyrir þig. En sko, strákar, er það árið, þú veist, 2020 er ekki bara komna nógu marga myndir? Hvernig ætlar að auglýsa næstu seríu sem út að leiki eða mættir ekki vera á plakatinu, það er ekki að taka mynda þér. Já, það mætti ekki vera á plakatinu heldur en svona þess. Vinnaðin er að basically að vera á myndum sko. Pínuð þannig. Þú líka elskar að setja góða mynd á grammið sko. Alltaf gott að vinna með grammið, já. En sko, hérna, það sem ég var að spyrja á hann er spesat að vera með hann tekur, ef að þú væri með hann harða núna, þetta er rosalega skreitin spurning, ég fatt það bara þegar ég horfa á þig. Myndi ég eitthvað taka eftir? Ef ég set hérna, ef ég set hérna. Nei, ég minna að það er borðið hérna. Það getur vel að stendi sem meðan Stífa núna. Gæti ekkert óvært í miðri afmælis viku. Ég vona ekki. En ég þarf svara það er skrítið. Hvort ekki? Sko, ég ætla að vera meðan Stífan þegar það tekið mynd og ég ætla að vinna með Sjónar Ótn og sem frammiðis. Og sama höfðu Ég ætla ekki hægt á Instagram. Sammála. Já, þeir eru báður samanlega. Það styttist í Ingo Veðuguð, hann kemur hér eftir smá stund en það er eins og að komið að dagskrárlið sem að við afmælisbarni ræðum hvað mest og það er spurningakeppni Gilsarans og þú ætlar að fara að tjekka hvor okkar er rómantísk. Já, bara, sko, þetta er bara ég er forvitin. Ég er forvitin. Þess vegna ger ég þessa keppni. Moment til þess að hræðast þessa keppni. Það er þetta góður punktur. Þetta er bara Það er eitthvað sem segir mér þetta sé ekki kaupir rósir og eitthvað svona kæftæði sko. Þetta stefnir í alvöru viðbjóð. Er þetta ekki líka alltaf bara sömu spurningarnar? Ef við erum alveg hreinskilnir hérna? Nei, hvað meina sömu spurningarnar? Ég er aldrei með sömu keppnina sko. Það eru keimlíkar oft allavega. Nei ekki? Nei, ok. Er fólk að væla í Lóa Bergmann þegar spurningarnar eru líka? Nú er ég búin að horfa Gettu betur helviti oft. Ég man ekki eftir einhver trúður og MR hafði verið að spurja Lóa Bergmann Hvort sé ekki alltaf bara sömu spurningar? Það er kannski að því að Logi Bergmann í kringum 88 var ekki alltaf með sömu spurningarna sko. Það er alltaf nýja spurningar. Gætu það spilað inn í? Mér finnst það mjög líklegt. Já. En, sjáum hvað stendur. Ok, sko, þetta eru 10 spurningar. 10? Hefur ekki verið að vinna með 8? Við, út af því að Já, með ástabreiðið mitt. Mögulega. Já, ok. Akkur setur hann punkt ekki bara á henni? Hefur skrifað ástabref á limnum á parketti? Nei.
Þarna glúðraðu þessu Hörðu, hvað meinar? Í fyrsta lagi, þá var ekki parkett í Jöklatúni 5 þegar ég bjóður. Ég veit ekki hvort þið búið að setja parketta núna. Hvað er alltaf að segja við þetta Býttu, varstu með limin í teppinu? Nei, við vorum bara með svona plastgólf. Ég lá upp í rúmi að skrifa þetta og ég var á stuðbuxum og ból. En byrju, plastgólf, plastparkett Ég veit ekki, nei, bara svona einhver dúkur. Ég veit ekki hvað þetta heitir, ég er ekki einað Það maður. er líklegast verst að vera með limin í köldum dúknum Já, fyrir þá, ef einhverju hefur prófað, þá ertu þú þarna perverstiðinn, þannig að ég veit Þú ekki. varst upp í rúmi allsbyr Nei, ég var í stuðbuxum og ból í svona 100. skipti, þannig ég fæði því miður ekki punkt. Sko, Þú varst að glugga En ég menna, ég ekki nema að vilja gefa mig punkt fyrir að skrifa ástarbréf. Sko, Já, ég var að glugga, ég var að drekka Þú og varst upp í rúmi ég var fullur að skrifa Fullur og ástarbréf, reiður. sem er alveg nógu sorglegt. Ég veit ekki okkur þið þurfa að bæta á það. Ha? Varstu að tedreiður Nei, ég var að reyna að vera romantískur ef ég er hreinskilinn. Hann skrifaði með þessa glugglugg Hann afsakaði drikkuna Já. Að mér fannst ég það væmin að mér fannst ég þurfa að afsaka brefið með drykju og segja glugg og eitthvað, fjórið bjórun ekki alveg búin, ég maður ekki hvort það fjórið Það var þessu. gaman að spjalla við þessa Nei, hún fekk aldrei brefið. Nei, ég veit það bara Ég sendi það ekki. Það væri rosa Ég vaknaði daginn eftir bara Gerðu bréf. þunnur og Eigum að fá hana í þáttinu Nei, hún myndi hafa lítinn áhuga á því og við skulum bara fara í næstu spurningu. Það er 1-0 fyrir Blöð Steindi You're Trailing Býttu fekk ég punkt? Já, ég heiti þetta Ok. Og þegar þú varst á limnum við rúmi en ekki á parkettinu Ég var ekki á limnum, þannig að hætta að gefa mig punkt fyrir Heyrðu, það. Ég skal taka punkt ef ég var á stuðbuxum og ból. Hvernig er þá brefin Hvernig er spurningin núna? Bara hvort það er að skrifa Hvort ástafn þú að skrifa ástarbréf? Já, ég er nefnilega alveg gert það Það punktur að báða. Gat verið. Já, Skrifaðu þú ástabrif? já þú veist, ég skrifaði það ekki á Hvað stóðu það? Geymdir það eins og ég, eða? Ég var ekki við limin í dúkn Ekki heldur. Nei, eða ekki, en þú veist, hvað skrifaður? Hvað varst að tala um? Nei, þetta Sko, ég ætla að bera undir ykkur bara sem nefnd Hvort þetta sé ástabrifið ekki Ok, hvað gerðu? Af því að þetta var þannig Skrifaður bara hægja skotin eður. Nei, þetta voru miðasendingar í tíma Svona, sem ongoing Hvað skrifaður? Þú veist Ég held þetta hafi nú bara verið eitthvað svona Mér langar að í sleik við eitthvað. Nei, ekki tannig og þetta bara Það var þetta unglingar, langt bref, þú veist, þetta bref, ástarbref Ég hef verið yngri þú öruglega, sko Já, ok. Já, þetta var ekki beint bref, sko Ég get ekki þið punkt Nei, ég var að senda ykkur ekki það ég vilji vinna þessa keppni. Alltaf miða gangum stofu Bara fyrir okkur- Er ekki að sama og liggja upp í rúmi allsbyr að skrifa Nei, bref nei, ég í marga vildi- klukkutíma. Fyrir okkur romantísku að núti sem hafa skrifað ástarbréf, þá bara getum við ekki flokkað þetta sem ástarbréf sem Nei, getur því miður. ég vil bara bera þessi nefnd Kemur stundum upp úr þurru heim með fallegan blómönd og kemur frúnni óvart Það hefur komið fyrir. Punktur að blóndel Thank you. Já, ég hef gert það Það er ekki reglulegt. Það er verið að pakka Nei, þið saman ég var að segja, ég hef gert það, já Hefur ekki mætt heim Já, bara já. vennileg Það þriðjudegi hefur ekki tilefni Það hefur bara komið þriðjudagur Já. með blóm Já, það hefur komið Varstu fyrir búin að hægja þér eitthvað? Nei, en það var bara, þú veist, eins og ég sagði Ég bara er ekki romantískur Ég bara, þú veist, það hefur komið fyrir síðustu, þú veist, 12 árin, sko 2-1 2-1, ok. Sko stendi, það var sterkur punktur 2-0 eða ekki verið En nokkuð þetta verður, sko, drengir, þetta verður til þess að við þurfum bara aðeins að ef spurningar þetta halda áfram að vera svona fallegar Já. þá verður þetta til þess að við þurfum að gera okkur Ég veit alveg þar að gera það með sko. Ertu það horny að þú Já, sóttur það að vinna klúðraðist sem það. baðvörður? Nei. Já, þú glemtir að setja blöður út af þinn Þarna har þú að þykja punkt, Steini. Glemtir að setja blöður út af Hann breytti engu þarna. Ef við erum alveg hreinskilin núna, hann breytti engu. Hvað Þú meinarðu? varst sem báður. Breytti engu? Já, nei, breytir, heyrðu ekki Ég spurningu hef aldrei spurt það svo þér Nei. Heyrðu ekki spurningu Sagði- Jú, hann var ekki að tala um að vera að leita blöðrum með hann eitt sem Nei, þú gerðir ég aldrei. sagði- Nei, heyrðu ekki fyrstu setninguna í setningunni Ég sagði Hvað varstu gammal þú eru sóttunum sem báðurur? 20 ára? Já, hvað er maður þegar maður er 20-ur? Eitthvað svo leis Já, hvað er maður þá? Akkurat, Mjög þetta er horny. punktur. Heyrðu, sko, auðvitað varstu bara verð- Það þarf ekki eins og að setja þetta fyrir nefnd. Hlustu á mig. Varstu bara svo lógraður og rappaði sundlöfun og Auðvitað- svo vinnu það auðvitað verða auðvitað Ok, fólk verða ekki bara í SS-pilsur þá eða? Af því að það var ekki verið að sækja vinnuðar og það vinnustæðan var ekki í Mosesbæ SS-pulsur er ekki í Mosesbæ Það er ég bara tekið í punkt Það er ekki sagt Jú, þú Nei. ert graðu 20 og sækir þessi báður. Já, heldur ef við sótt vinnu tengt því Það er ekki þannig Þú veist, þetta var bara lausvinna sem bara var geggjuð búin 2 daginn og ég fór að vinna Dead tight Ég er sammála. Ágastu að vera fárla romantískur daginn og splæsa í 300 fermetra villu í Fossvoginu? Nei. Já, sko, blöður segja hana Nei, það er bara búið að bæta ykkur 100 fermetrum að ná og þetta er ráð, þetta er ekki villa sko. Þetta er, veitu hvað Helviti, harta með veiði bæðið á þér og einhverju fréttablaði hérna í daginn, því líka rögli sko. Veitu hvað, hérna, veitu, þetta er ekki 200, þetta er meira Jú, þetta er 220. Ég er að námunda og ég vil kalla þetta villu og kalla þetta villu 3-2 fyrir Blondell Það er Þegar þið eru í djöfulsins. burtu í langa tíma frá konunni eins og til dæmis þegar þið eru erlendis eru þá romantískir og sendir limumynd eins og King Richard gerði á sínum tíma Ég hef aldrei sendt Í liminn ykkur flipi á konunum mína Ég held og ég barast það Sorry. Við erum í keppninu, hver er romantískari? Það er Þetta er fínt um ógæslegt
Þetta er svona Herðu, ég var að fá mínustig Ég bjósti punkt á þig í þetta Nei, ég er ekkert að senda á konuna limit Hvor okkar væri líklega ef átti það er farið Egill? Kona mér myndi bara, þú veist, skiptum skrá Ég held að Steindi geti tekið vel kóreografaða limin Já, Þú veist, bara svona Jésús Hann er gamer Þú veist, hún kom fallega, bara. ekki einhverja sjoppulega sko, Já, huggulega. já Jó, ég minna, eflust er það hægt Hvoru fekk punkt? Sko, það er 3-2 fyrir blöður núna Þú hefur aldrei gert þetta, Steindi Nei, við hefum aldrei sendt konun okkar ykkur að tippmiðir Hefur einhvern tíma verið rómantískur í hádeginu? Búið Rómantískur í hádeginu Já, Ég veit ekki hvað þú flokkar sér rómantík sko. hann horfði á þig allavega Já, ég fatt það líka einu strax Ég ætla mér að klára spurninguna sko. Nei, hún var búin spurningin held ég Jú, ég hef verið rómantískur í hádeginu Óðalega finnst þið, það finnst þið Er þetta alltaf bara hjá þér klukkan 11 kvöldu? 11? Nei, þú ert náttúrulega fann að sofa klukkan 9 Er þetta bara alltaf 8:30 hér? Bara slökk ljósinn og Þú aldrei neitt gæst í hádeginu? Romantic In the lunch time, einhvern tímann The lunch Rómantískur í hádeginu Jú, ég hugsi ég takki nú bara punta það líka Það byrja okkur að ég alltaf bara skýtur þetta en ekki Steindi 4-3 Já, hann er bæðið Þetta er rómantískur, ég veit ekki hvað hann á bara við Ég er bara, maður er Þú er ég ekki á brottinu í hádeginu Ég var ekkert að Þetta svara er mjög spennandi, það eru 4 spurningar spurningar eftir Blossar stundur rómantíkin upp hjá það eru ótrúlegustu stöðum eins og til dæmis og eitthvað sé nefnt verslunarmiðstöð Blossar hún upp Nú aldrei Ég get ekki sagt Nú ertu farin að tala Nú ertu basically, veistu hvað það gera? Lossaði upp í vestlunarmiðstöð hjá þér Ég veit það ekki Kannski mjólinu maður að koma að gefa Nei, nú veit maður alveg Ef hún blossar hún upp á ótrúlegustu stöð Heldur ég skil ekki tenguna Þú ert að vera hálfviti, þú skilur ekki tenginguna sko. Blossar romantíkin stundur upp í vestlunarmiðstöð Þetta er skrýtasta spurning sem er komin í öllu kemurinn til samans Þetta hefur gest, já Það er með orðan þetta þannig, þú verður að taka þig búnt Já, það hefur gæst og romantíkin blossaði Þetta var fallega orðahæri, ég lefði að gefa þig það Ég er ekki bara ánað með hans ég hættur að tala um að ég hafi verið eitthvað hlaupandi um að þá fær hann ekki, ég fæ ekki fúka Þú fegst Þetta núna er ekkert eðlilega spennandi Nei, ég held að sé engin spenntur Hefur verið það graður að Graður nú, mistur Var öllu þetta ekki rómantík? Áttu ekki að segja Ættir ekki að segja, hefur verið það í rómantískur? sömu mómentum tengist, þú veist, stundum át rómantískur þá er maður Nei, veistu hvað, þú mistir þetta út spenntur. Já, þú klúðraðir þessu pínu Ég gætur þetta að fara ít á grænatakkan Er það nokkar spurningar eftir? 4-4 Spurningin, hefur verið það graður að þú settir mat svo pantaður á veitingastað í pönnur og þóttist fyrir eldan? Það var ekki grættu tengt Ég var að reyna að make a good impression Já, hvernig varst að vonast til þess að þetta með denda hér Ég var að reyna að hylla stelpuna sem að reyndar ég átti aldrei breyk þar sko þetta var á þeim tíma, það var alveg sama veist, ég hef nú ekki mikil date-kall en ég get alveg ótt með það að þetta gerðist þarna á nokkru mánuðum þar sem að bæði ég þóttist elda hérna Austur-Hindi eða hvað sem þetta heitir Málega líka, maturinn þar er mjög svona einkennandi Þú veist, þú sér strax bara hvað Já, hún líka bara, þú kveiktir ekki eins og pönnunni sko veist, það var ekki það var slögt Þetta var köld panna Þetta var hræðilegt en sko stutti setna, það fór ég líka á stefnumót með stelpu og ég laug þar líka, ég var svolítið ljúandi að þessu tíma því að þá var hún að spyrja mig hún byrjaði að lýsa sér sko ég mun aldrei glemja þessu og hún var að tala um hérna hún drekkur ekki, ég bara vá, viðurunarbjöllur og svo sá hún og ég elska lappa upp á fjöll og eitthvað, ert þú mikið í því og ég einhvern veginn í svona mínu ástaræði bara svona, já ég elska lappa upp ég hef aldrei lappað upp á hólum þannig að þetta var lega tímabilaðna hjá mér Þú hefði þetta að taka þetta allt tilbaka hefði þetta verið orðið eitthvað meira bara hefði ég sá bara í gegnum 5-4 5-4, ok Myndur þú kalla sjálfa þig rómantískan blöðrukall? Nei, það er bara 0 Var þetta ekki bara fínt? Var þetta ekki síðast það? Ég þarf að svara Já, nei, ég er ekki romantísku blöðrukall Ertu þá að tala um að kaupa blöðrur? Nei, hann er ekki að tala um það Hann er að tala um að sækja vinnu í sundlaug til að horfa á blöður Ég bara, þetta er komið gott, við erum komið langt fram með þetta Komið gott, þetta er Dead raunum komið tight, já, þetta er bara fínt Það er öllu samáttu sér dead tight Þið er að deila þessu, þessum titli King of Beer með hendi Frábæst Held ég þér að hlusta FM 95 blöð hér á FM 957 11. desember við þakkum Ingo kjallaði fyrir komin alltaf gaman að fá Ingo í heimsók Takk, Ingo. og minnum á að partískellur lagurinn okkar er komin í allar búðir þannig að við höfum komið inn á áður í þessum þætti að við pöntum og fá
eintök þar sem að við gerðum ekki ráð fyrir COVID en það er ennþá til í öllum verslunum og við munum beina trafíkin í þær verslanir þar sem að verður ennþá til. Þetta verður til eitthvað á næstu dögum. En þetta mun á endanum klárast. Og við lofum líka, við höfum komið inn á áður, þetta er yfirbúrlega skemmtilegt spili sem við höfum gert. Fólk er kannski getur verið ólíklegur að fara að ná þeir í spil á Þorlák, við getum orðað þannig. Við ætlum að beina fólki líka í bara þegar að fyrir að klárast og það, þá ætlum að beina trafíkinni. Við getum bara sagt fólki að fylgjast með bara með Facebook síðan okkar skellur eða okkur á Instagraminu. Og við erum ennþá með leik í gangi á Instagraminu þar sem við ætlum að gefa flotta vinninga, hver sendir okkur bestu myndin eða myndbandi með blöpu. Það eru komin hellingur og skemmtilegu myndbandum. Ég veit eðlilega gaman að því, en endilega ef þið eru með púp í ykkur skrýttum aðstæðum, þá bara takkið okkur inn og þið eru komin í pottinn. En Steindi, það er komið að dagskrárlið sem hefur ekki verið lengi í FN95 blöð. Já, það er komið að brakandi fersku íslensku slúðri. Rétt. Og þetta fólk að hægja sér það? Já sko, málega, nú er náttúrulega COVID og það er búið að vera ákveð maus, það er náttúrulega margir heima og alltaf og maður er alltaf að fá eitt og eitt mail og ég er búin að fá til dæmis með okkar besta Frikka, ég fekk nú smá ábendingar þar Keitan og fleiri, en það sem er svona kannski að helsta í þessu er að Helgi Rafael töframaður tók sitt fyrsta Zoom-gig daginn. Þetta er hann sem sagt, ég veit ekki hversu mikið maður á alltaf að spila í þessu kjaftaði, er hann á landinu samkvæmt sögunni? Þá þarf ekki að spila hann með. Nei, því að Helgi Rafael, ákveður erum við ekki bara hreinskilin við hlustendur og segjum að þú mátt ekki fjalla með vissan töframann og allt í hennu var komin ykkur Helgi Rafael. Nei, hvað meinur þú? Þetta eru, er Helgi Rafael? Ég veit ekki hvort tala, ég sko, málið það, sko, leið mér aðeins að, þú skilur greinlega ekki. Nei. Ok, Helgi Rafael, jú, hann á þekktan bróður. Já. Sem er náttúrulega í töfra sinunni hérna á Íslandi. Hver er það? Það er náttúrulega bara okkar besti maður. Einar Mikael? Býtti það bróður? Já, það er hálbróður. Kóngurinn. Já, það er hálbróður. Ei, sko, mitt faglega maður, Einar Mikael er kóngurinn. Já, þessum töframönnum sem er í gangi. Er hann ekki eini entrepreneur í töfraheiminum? Það á enginn annan töframöður breyk. Hann var að selja sinna eigin galla og í hagkaup. Þar til Helgi mætti. Bjarni fór meira í uppistand og svona. Bjarni geggjaður. Við þurfum ekkert að vera að rósa. Það eru margir töframenn á Íslandi. Það er fullt af töframönnum. Það er Einar Einstaki og Lalli og Volli og ég ætla sér mikið að gera það með COVID. Já, með töfrabröð og Maggi litli líka í óferðinni, hann er töframæður og það er fullt af töframönnum. Jón Arnóri, já. Jón Arnóri, já. Og sko, strákar, jú, hann algjörlega funheitur en þar til Helgi mætti. Ég er búin að segja ykkur, hann náttúrulega bjó í Noregi og hann náttúrulega er alinn þar upp af hún er Robert Donatello sem er pappið þeirra. Og já, þeir eru náttúrulega 3 bræðurnir, þannig að svo er það líka hver er þriði bróðurinn? Það er Leipi, Leonardo. Er þetta bara Turtles? Turtles? Nei, það er ekki Turtles. Er það slúðrið? Þessi töframenn? Er þetta bara Turtles-grúpan? Hver er Rotti? Ég geta það ekki hérna, Rottan. Sko, málega ég skal segja reitt. Elskar hann pítsur? Nei, þeir elskar ekki pítsur, þeir fíla pítsur. En málið það að Leipi, hann hefur samt aldrei verið neitt að töfra mikið. Nei, mér er alveg saman, komdu bara með slúðrið með Helga. Nei, málið er að, sko, Leipi, ég ætla bara að vera að segja reitt, Leipi, hann er í rauninni búin að vera bara aðstofa maður svona þeirra, hann var ekki með, hann er ekki alvöru töframæður. Hvað heitir Leipi áttur? Leonardo. Og þannig að hann er búin að vera aðstofa í rauninni Helga svolítið. Og það var akkurat vesinið sem Helgi var að lendi í núna. Af því að hann var með fyrsta sunging. Þú ert ekki að lesa þetta blaði núna? Nei, það er ekki það. Er þetta að semja þetta á staðlum? Nei, ég er ekki alltaf stopp. Nei, ég er ekki að semja þetta á staðlum. En hörru, allavega, hann tók sitt fyrsta, hann var með gigundaginn. Já, Helgi Rafael. Það var Húsasmiðan. Og það var bara, þau bókuðu töframann og það var náttúrulega fullt af fólki þarna, Jekvan Hansen og Selma og fleiri. Þetta er lilli okkar ekki. Hvað segir þú? Ég haldi áfram við Það var fullt af fólki mætt þetta. Og þetta var bara svona, þú veist, þetta var bara svona streymi. Og Helgi er ekki vanur því. Nei. Helgi er vanur því að vera náttúrulega bara, þú veist, með fólk, með krát og hann þrifst á því. Hann þrifst á krátinu. Nei, málega þar fær hann bara orkuna. Og hann er vanur að vera í svona, þegar það er ekki að sé þetta oft út á landi, þetta eru svona hálf opni sendibílar. Já, ég þekki þetta. Það eru Vesturgíkin. Það eru his stage. Og málega er að það er Vesturgíkina. Þú stígur upp í hálfopin sendibíl með krakkana með kandifloss fyrir fram að þið. Þá hugsaður stundum bara, æja. Já, það er Ég man eftir einu mómenti, þá voru við sveppið saman í Keflavík og hugsaði hvað ætlum við að drekka ógeðstrik oft í svona opnum sendiferðabíl. En ok. Heyrðu, allavega. Og hann bara er kynntur á svið. Og
þá er náttúrulega að byrja Rammstein. Já, viltu ég setja það? Já, ítt á Já, play. settu það. Já, Þetta lag byrjar. Já, Og hann mætir og það. hann er með þetta í Zoom-gigi. Hann er með þetta í Zoom-gigi og það er alltaf ekki krát, fannur, það er enginn það. Og það er enginn orka sem hann er að fá fyrir. Og hann byrjar hérna og lætur borðið fljúa og hann tekur eldveskið og hann er með dúurnar í pottunum og hann tekur þetta allt. Þetta er náttúrulega svona hans trikk, þannig sem hann kom með og svona originally og hann var búinn að vera, þú veist, hann var búinn að saga mann í sundur og hann bara gerir þetta. Hann gekk vel allt. Já, það er bara, þetta er alltaf bara, þetta er streymi. Þetta er streymi. vesen, já. Já. Og síðan bara komið það í aðal trikkinans og þá kikkaði lagið inn og hann er að fara að gera aðal bræðið sitt, töfrabræð sem engin annar hefur getað gert og hann hefur gert það nokkuð sem þetta er bara svona hans signature move að láta teipa á sig hverfa Já, alveg. og hann er að fara að hendi það og það er náttúrulega sko vangaveltur hvernig þetta er allt gert og svo leiðis. Þetta er allt, hann er Hann er ekki alltaf alltaf bara að setja upp. Þetta er svo... Já, sko, hann hefur látið að hverfa á alls konar hátt. Ok. En það er, hann hefur látið að bara hverfa. Já. En svo hefur hann, hann er náttúrulega líka fengið sjálfbáli og allt það. Þetta voru ekki sjálfbáliðar. Nei, hann er á Zoom-fundi. Já, og Leibbi er í Noregi og hann hefur yfirleitt verið sjálfbáli og hann er á Zoom-fundinum og það er engin orka frá fólkinu eða eitthvað. Þannig að hann þurfti að nota trikk sem hann er ekki vanur að gera. Yfirleitt notar hann Ég skil ekki okkur í hún svona spenntur fyrir þessu. Hvað gerði hann? Hann þurfti að hendi píkuna. Hvað minnum við? Þannig að þá sett hann Hann gerði Nei, hérna setja tippa á milli lapana. Já, Hvers konar töfrabræði það? hvað minnum við? Það er töfra, það er Það bara geta allir gert þetta. Hvað, hendi píkuna? Hæ? Hvað er að gerast þetta, Steindi? Voru þið á króknum ofta hendi Nei, við vorum ekkert oft að því. Maður gerði þetta sem krakki einhvern veginn. Það var allir prófað þetta einhvern veginn sem erum í tippi, sko. Þú vart ekki að vera töframaður, eitthvað besti töframaður Íslands til að gera þetta. Þú varst að hendi þið pussi ofta á króknum? Nei, ég var ekki dætt því. Ég er bara að segja það. Egil, þú var aldrei gert þetta? Já, ég veit alltaf mikið á króknum ögla, sko. Hefur þú aldrei gert þetta? Þetta er mest á króknum. Nei. Þetta er fólk að grínast mikið þar, þú veist. Hefur þú aldrei prófað þetta sjálfur? Þarftu eitthvað að vera töframaður frá Noregi til að gera þetta? Ég held að þetta sé rétt medjöflu og kannski flestir einhver tíma og hver að gera þetta okkur fundi? Og málið, hann þurfti að gera þetta á Zoom-fundinu af því að hann bara var ekki með orkuna frá fólkinu til þess að gera bragðið og fólk var svona það var fullt. Ég er ekki hýrst, þetta er ömurlegasta trikk sem ég heyrst um. Já, og líka því að þú veist, síðan var hann í aksjónu þegar hann var að henda reykbombunum þá er hann að snúa sig og þá sést, sko, þú veist, þegar hann snýr sig við þá sáu fólk að það var eitthvað hérna Ertu með meira slúður? Ég þarf að fara að stoppa þess að þvælu þín. Það var eitthvað og pungur þar. Já, það var svona alls konar vesen þetta og það var bara allt vitlaust. Rósbík samlokan á bakvið. Já, og núna eru bara rosalega raddir í töfra samfélaginu hjá öllum hinnum hvort að hann sé legit töframæður eða ekki. Já, ok. Og hann er að segja það, hann hefur alltaf þurft orkuna, hann sé ekki alltaf að henda í píkuna, heldur gerir hann þetta aðalega bara þegar hann bara þurft að gera þetta og þetta er bara, hann er ekki neitt glaður með að hafa þurft þess. Er það, sko við höfum ekki tíma fyrir meira slúður, bara svo vita. Já, sko. Þetta er eitthvað mesta rugg sem ég heyrst á æfið minn. Ég þarf að fara að stoppa íslenska slúður. Sko, ég náttúrulega er með líka hérna frikka náttúrulega og strákin. Úlingi sem var alltaf hangað með. Já, hann er í basli við að kaupa jólagjafir handa. Já, frábært. Þetta var íslensk slúður. Sigurður Hlöðversson. Hann er á lífi. Það er fara tvær sögur. Nei, það var ekki tvær sögur því ég sá hann þetta bara á göngunum áðan. Þetta var íslensk slúður og bara í síðasta sinni í langa tíma held ég svo með það. Það held ég þeirra að hlusta á FM 95 blöð hér á FM 957 og já, eins og ég kom inn á fyrir þættinu þá er eiginlega okkar uppáhaldsgestur mættur skipt út úr frænda sinn Steindi þurfti aðeins að stöka frá en inn er komin engin annar en Ingo Veðuguð, verður velkomin. Takk hérlega. Hvernig ertu? Ég er bara, þreyttur en samt góður, sko. Já, þreyttur en góður. Ég hef nú rætt á nokkur sem ég svo þætti að þú ert hreinskilnasti viðmælandi sem við hefum fengið. Já. Býtu, okkur heyrist ekki þér eða er það hérna? Nei, þannig ertu. Græja. Já, sorry, bara búin að vera 10 ára á tökunum. Þú ert komin inn núna. Já, hvað var gigg í gæðir það? Nei, alls ekki, sko. Hvað okkur er þreyta? Þetta var bara svolítið löng helgi, það er engin gigg, sko. Þannig að maður er að finna sér eitthvað annað að gera helgar. Það er að vinna, sko. Og hvað gerur annað þegar þú ert ekki að gigga? Ég er bara svona að hitta góða félaga hér og þar, sko. Já. Þetta er ekkert að rakin kæsa á þessu Zoom-drasliða?
Jú, ég er með smá zoom sko. En Þú summar það eins í gang. Já, en þetta er ekki kannski skemmtilegast það sem maður gerir sko. Þannig, sko. Svo auglist þið nú aðeins hérna í sungir. Það er ekki að skemmtilegast að segja ekki Fólk má alveg ríkja að það er miklu vandræðum sko. Nei, það er skiljanlega að vera með gítarinn fram á 12 skjáin, kannski ekki sama og vera með 500 mannsir fram að syngja þetta. Ertu fann að því að nú veit ég að þú giggaði nú næst í yfir, þú hefur gert það bara í nokkur ár. Við erum rætt af félagarnir, konu 2 í okkur. Saknaru núna að skemmta? Nei, ég er alltaf með einhver smá gig sko, veist. Nei, það versta sem maður gerir er að mæta á 11 stað á einu kvöldi sko. Þannig að bara, þú ert bara 2 vikur að jafna á því, en svo ertu samt kannski með 4 staði kvöldið eftir sko. Já, þannig verður bara andlega þreyttur. Já, mjög. En ég er með svona nýtt spennandi verkefni sem að vinna í svona fyrir utan músíkina sko, sem er líka spennandi sko, þannig að ég er svona næja þess að ekki tengt músík? Nei, reyndar ekki. Ertu að verða entrepreneur? Já, svona, þetta er alltaf skýrast á næstu dögum, en það er mjög spennandi verkefni sem er að byrja sko. I like that. Ok, er þetta eitthvað svona sem þú myndir kynna í Shark Tank? Já, ég myndi segja það, já, frekar. Ok. Frekar þannig, skil fíla það. Þá var að kíkja aftur okkur félagana og ræða það sko. Elskum að ræða þetta alveg sérna sko. Já, ég var eitthvað að fá ykkur til að vera eins og í Shark Tank, að þið væru að raun yfir þetta og ég þurfti að svara það sko. Já, ég er til í það. Við getum búið til okkur eigi Shark Tank með þetta nýja verkefnið þitt. Þannig að þú ert alveg hreinskilin, þá kannski saknar þess ekkert að vera að taka 8 gig okkur kvöldi, en bara fínt að fá smá pásu eða? Já, alveg eins sko, ég veit ekki, hvað veist ykkur? Veist ykkur gaman að gigga það? Já, ég saknar pínu að vera á sviði, eins og komst inn á þessi sumgig eru kannski ekki alveg eins, en það er svona aðeins öðruvísi að sitja fram að 12 og skemmta fólki, tala ekki um það, það er ekki hægt að vera með stand-up í svona bulli sko. Nei. Þú heyrir ekkert sko. Það er alltaf mjög skrítið. En ef þú ert að taka sumgig ertu að láta fólk syngja með heima fram að 12? Já, stundum, mér finnst erfiðast að það er engin klappar því ég er búið með lagið. Já, ég skilði. Það kláraði eitthvað lag bara heima í stofu og það verður algjör þögn og já, vonandi var þetta skemmtilegt lag og heyri engan syngja með. Þú veist, og ég er ekki síðan alltaf að spila, þú veist, eitthvað flókið lög, ég bara að taka eitthvað brekkusöng, sko. Pældi ég var einn að spila bara vegbúan, svo veist ég hvort að neitt sé að syngja, sko. Sér kannski eina einhverja Jónínu í skemmtinemdini verið rosa stuði, sko, með bröðkla, sko. Og svo er bara einhver annar sem kemur í smástund og lokkar sér svo út af því þú ert að fara að horfa á, þú veist, eitthvað á Netflix sko. Já, tók fyrsta hálftíma bara. Já, þetta er skrítið sko. Já, ég veit. En sko, þú auglistir, þú varst að selja en daginn, eða ertu fluttur? Já, ég er fluttur. Já, maður sá það eitthvað í fjölmiðlum. Já. Ertu búin að flytja? Já, ég er búin að skila mér húsinu. Vel gert, og hvað ertu núna? Ég bý upp í Grafarvogi sko. Leigði hús þar. Já, leigðir, ertu ætlar ekki að kaupa? Jó, ég leigði tímabundi í 2 mánuði sko. Já, ok, og sem ertu í einhverju millimils ástandi? Já, ég fór út til útláta í tengslu þetta nýja verkefni sko, lendi svo Keflavíkurflugvelli og fattaði bara þá, ég var ekki með neitt hús sko, þannig að það var bara eina sem var laust á Airbnb sko, ég var bara að leiða það. Já, ok, alveg í rockstjarna? Já, ég leiði það bara, það er svolítið útúr og svona, og ég er með öll föti mín í einhverjum kössum út allt sko, þannig að þetta er svolítið vesen sko. Er smá vesen að það núna? Já, svona leiðilegt að vera milli já, það er svona vesen í svona koma öllu í rétt vandan farveg sko, en það er skemmtilegt í þessu verkefni segir ég sko. Er ég að íkja þegar ég segi að nágranninn í gamla húsinu að poppa kampaðinu þegar þú fluttur úr því húsi? Nei, alls ekki. Alls ekki. Það er að missa yngu. Nei, missa yngu við ykkur. Nei, sko, ég kom í partitillingu sem er mjög gaman, nema það að hann er með alla tónlistamenn landsins alltaf heima á þess að spila bongotrómur og ég er ekki að segja þessu læti yngu og virkum deg og frábær nágranni og topp eindaka manni, en það voru smá læti hjá þér þegar það voru gestir. Því þá ertu bara með hljómsveitin í stofu hjá þér. Það var alveg þannig og ég var að fara einn daginn á koman og sundarsmótni hérna nágrannin við hliðina sko, eldri kall búin að vera vörubílstjóri 50 ár og ber mikla virðingu fyrir honum sko, svona stór og mikill sko, hann kom svona og bankaði og ég held að hann væri að fara núna aðeins að láta mig heyra það sko, en þá var hann bara búin að sækja, hann er svo vel tengdur á Toyota, hann var búin að sækja nýjan Toyota RAV sko og kom með henni í lagið og ætlaði að lögða mér að prófa, ég vildi prófa nýjan RAV sko. Það var ekkert vesen. Ekkert sko, hann kom oft inn yfir og fekk sér eitt bauk í stofunni bara og þú varst heppinn með nágranna? Já, ok, ég held að allir bara fagna þegar þú varst þarinn út af látum. Nei, það er gott að heyra. En talandi að vera með hljómsveiti heima á sér í giggi, það er að koma 2 auka þættir að í kvöldi giggi ekki og bara til hamingju með þá þætti. Já, takk hérlega. Mjög gott shit. Já, geggja. Takk fyrir það. Það verður einn jól og einn áramóta og alls konar gestir. Hvenær er jólaþátturinn?
Hann verður sýndur annan í jólum held ég Ok, og svo náttúrulega bara Áramóta verður á nýjástag á nýjástag, ok. Þannig að við fáum 2 partíi viðbútt alltaf, verður önnur sería? Já, svo það svona að smíðast saman önnur sería sem verður þá svona já, en þú veist, vondi verður ekki 8 seríur þannig að það verður ekki eins og Survivor sko þannig að þú bara komið með hérna bara ekkert frændaðinn í þáttnúmer 57 sko En þannig að þetta bara DJ Muscleboy og F95 Blöðar að syngja þjóða til Það var rosalegt Já, þú veist, eins og Idol þegar þú veist komið 11. sísón á Idol og Íslandi sko hver einasti söngur hafa búin að reyna sko og sem er komin aftur í Idol sko Þetta er lítið land Þetta er svolítið lítið land fyrir Þú bakkur upp aðra seríu allavega 100% það er alveg pottitt fullt af stórum listamönnum eftir sko. Já, ég fíla Svo það er ekki bara að við ætlum að blökka líka fyrir þig og svona í naðal ástæðan fyrir þig að fá þig Ertu að fara að syngja í Grís? Þetta vorum við að heyra Já, það er Grís tónleikasýning sko. Já, þetta er ekki leiksýning Nei, þetta er ekki allt leikrið Þetta er bara bestu lögin og stemming og einhverju dansarar og alvöru hljómsveit og bara risa setup Og þú og Jóhanna Guðrún Já, Það er rosalegt Það er alveg, og þetta er í Laugardalsvelli ekki? Jú og þetta er Laugardalsvelli Stóra sviðinu. á næsta ári sko. Já, og miðarsæli hefst núna á mánudaginn 14. des, bara strax eftir helgi 14. desember á miðarsælning tix.is og komast færra en vilja grunaði, er þetta ekki bara ein sýning? Jú, það er planið, þetta verður bara ein sýning sko. Gamli verður í leðurjakkanum á sviðinu Kólvillus og... Danni Súka átt hann ekki að vera 17 ára Var það málið? Já, það var í hæskóla Þetta er þú reyndir þessu unglegur, þú ert með þessi liði eitthvað núna og ég hef aldrei séð lítið vel út þannig að ég ætla ekki að En gott sæning að fá Jóhannu Guðrúnu líklega bestu söngkonu í heimi Já, hún er allt öru leveli Þú veist, með allir vinningu fyrir reyndar það er reynda margar rosalega eins og Stefania Svava sem kom í þáttinn, það var aldrei flott sko En Jóhannu Guðrún er einhvern veginn alltaf finnst með svona bara einhverju fáránlegu leveli fyrir að syngja sko Hún er líka með einhvern svona staði í hjartamanns eftir bara hérna Eurovision Mamma hélt svo bara þegar hún var að syngja þetta í þessum bláu kjóli Is it true maður hefur bara dyrka hana síðan Það er byrjað þannig Þetta verður 100% hittari Ég er að fara að mæta í höllina og horfa á Ingo í leðurjakkanum F95 Blöð verður bara fremsta Geti fengið mér að cold refreshing beverage Það er rétt á hana Það kemur bara backstage kannski Engar á að gera því sko Við viljum ekki sleppa þér alveg strax Ingo því að eins og við hefum komið oft inn á þá ertu þar hinskilin að ég verða að henda þér hraðaspurningar eins og alltaf þú kemur Hann situr ennþá hjá okkar íslenski Johnny Cash, Ingo Veðurguð og hann sagðist vera góður en þreyttur rétt að hann og er það bara sama núna, Ingo? Ég er alltaf, maður gýrast aðeins upp að koma á FM sko Já, komið smorkið þig FM 957 og það er svona smá svona allir reysir og allir tala rætt hér á FM 957 Hér á FM Ég finna alveg, ég tala hraðar í stúdíónu heldur en ég tala bara ég veit það maður er einhvern veginn verður að gera ef maður væri með podcast og myndi ekki tala svona Annars rekur Rikki þig Já Svo fyrir maður á bylgjum þá Kristófer Helgason Já, getur hlustendu, það er merkilegu dagur í dag 16. mars Þennan dag árið 1906 þá kom fyrsti tannlausi bíllinn á þannig að skilur það er svona hægt í þetta og maður svona róast niður svo fyrir maður FM og þá bara þetta maður beitt í gýring góðu gesti, við erum velkomin Þannig að þú ert komin í gýrin núna Já, heldur betur sem er gott því að við ætlum að henda þér í hraðaspurningar þetta er eitthvað sem að allir okkar hlustendur ætti að þekkja og já, þeir gestir sem hafa komið áður þú eru örugglega tekið hraðaspurningar áður, Ingo Já og það bara tekur þér aftur þú hreinstar hugan og segir bara fyrsta sem þetta er í hug Okay. Þannig að þú getur ekki svarað rétt og getur ekki svarað rangt Ready? Já Uppáhalds matur? Hakk og spagetti Hakk og spagetti? Þú verða að standa það Ef þú gerir rétt hakk og spagetti þá er það bara, það er ekkit betra Svangur, kartöflumús með Í alveg? Það er bara hlægilega gott sko Hakk og Þú spagetti nefndi eitthvað betra Ég bara, humar eða pizza Humar, með hverju, það er líka meðlæti Það er bara hakk og spagetti Já, þetta er bara, þú ert eins og byggja frændi maður, við vorum á Tenerife, hann pantaði sér spagetti búið neðast 11 sinnum og 11 dögur, hann er geggjaður Fyrir mig næstu, besta bíómynd allara tíma Good Will Hunting Vel svarað, hvað fyrir mest í töðunar? Þannig að svona, þeir sem tala hægt sko. Þeir sem tala hægt, nú viltu ekki fara á viðtöl hjá Hvað drekkur á djaminu? Það er allir gangur því Vodka Red Bull svona í stuði sko. Já, vel gert Þú náttúrulega, því Ívar Guðmunds eru góðu vinnir Já, við erum fínir saman sko. Eitthvað hafði tekið félagandi Geðveikur drykkur Ívar Guðmunds, þetta er eina sem hann drekkur og aldrei verður hann þeim Samt er hann alveg einslík alltaf Hann er alveg bara hérna á bylgjunni klukkan 11 og þenni bara klukkan 4 og austur með vodka Red Bull Já, sko, maður hefur verið með hann um einhvern skemmtistað í gamla dag og þá var hann, eins og segi, bara á austur kannski til 4 svo bara senda hann sig að mynda sig þá var hann komin upp í fjöll klukkan 8 Og líka kom út hann hendi mér bara klukkan svona 16:30 svona pre-drink fyrir
eitthvað búð sem hann fari í og ég ætlaði bara að fá einn ískaldan og hann bara, hvað, þau ekki leiði með því, fór beint í vodka Red Bull 16:30. Ok, bara segja hvað drægur sem. Já, upp á sliði í ensku. Liverpool. Hanskot sjálf. Besta hljómsveit allara tíma. Hvað kom upp í hugan? Það kom Rage Against the Machine kom fyrst sko. Bílarnir komu síðan. Ok. Kom alltaf svona 6, já. Hvernig fórstu síðast í spilakassa? Það ekkert langt síðan. Það ekki Nei. Það kannski 2 mánuðir 2 mánuðir. Það sé þið spila. Hvort myndir frekar sofa hjá rollu og enginn kemst að því eða ekki sofa hjá rollu en allir halda það að gera það? Allir halda að ég svo hefur öllu og ég, örgulega bara taka á kassan, þú veist, og enginn heldur en að gera það. Já, myndir frekar bara sofa hjá henni? Að gera, frekar en allir haldi sko, þetta annarkvort myndir sofa hjá rollu og enginn kemst að því eða ekki sofa hjá henni en allir bara á Íslandi halda það að gera það. Þá ég náttúrulega bara game over sko. Þannig þú þarfst að frekar að sofa hjá rollu? Já, frekar en að vera alveg bara game over og, já, nei, frekar að gera það ekki sko, allir haldi það. Ok. Ég breyti svo alveg. Okay. Bara svona það sem maður veit sjálfur að maður gerir, það skiptir meira máli sko. Fíla, baðið að sturta? Sturta. Hvað klikir í þér? Vá, maður. Það svona, bara svona kólumbískar skvísur sko. Er það ekki? Mér finnst það svona sætar svona Latin girls. Já, við fengið sko jógabuxur og eitthvað svona. Já, stelpur frá Kólumbíu, ég að dyrka þetta. Besti söngvar Íslands? Söngvari, það fyrir mér eiginlega bara Stebbi Hilmar sko. Besta söngkona Íslands? Það Jóhanna. Ef þú mættir hafa leikið aðalhlutverki, hvaða bíómynd sem hvaða mynd hefði orðið fyrir valinu? Það var eitthvað svona, það var í Wolf of Wall Street maður. Geggjað. Hvernig varstu síðast graður? Bara í gær. Í gær, hvað er þitt besta lag? Það er góð spurning maður. Það er nei, það er ekki það. Besta lag. Það er lag sem myndir Gítarinn sem ég eftir að gefa út. Ok, fíla, hlakka til að heyra það. Hvaða líkansluti á þér fyrir mest í töðun á þér? Það er örgulega sko, þetta er aðeins okkur. Það er líkansluti fyrir taugarnar á mér. Það er tanngarðurinn. Tanngarðurinn? Já, því það þarf að vera mikið að busta og nota tannþræði með svona, því þyrfti að fara í svona útréttingu sko. Ok, og síðasta er stór fyrir þig að því ég veit og spáðu svo mikið í tónlist. Hvað er besta lag allra tíma? Besta lag allra tíma? Hvernig getur maður svarað þessu? Já, maður á eiginlega bara að segja fyrsta sem kemur upp í hugan sko. Já, það er bara þá Bohemian Rhapsody svona, ég held að það er svo oft verið valið besta lag allra tíma. Já, það var vísindalegt sko. Herðu, þú komst frá þessu eins og kongur eins og alltaf Ingo og það er bara hrikalega gaman að fá því í heimsókn. Og gangið vel með, það er jóla- og áramóta þáttur af í kvöldi gig og svo hefst miðasala á Grís tónleika sem verða næsta ári í Laugardalshöll núna á mánudaginn 14. desember. Já, maður þarf að vera póstlista á Tix til þess að geta keypt á mánudaginn, ekki? Já, hinn kaupa á þriðjudaginn. Það er út ekki póstlista. Þetta er fín jólagjöf líka, þetta er bæði fyrir krakka og ömmur og afa og alla saman. Já, veist, Laugardalshöll verður stöppuð. Það er 100%. Herru, takk fyrir okkur Ingo. Jæja, þið eru að hlusta hér á FM 95 Blö á FM 957. Það er eiginlega bara komið að lokum hér hjá okkur drengir. Það er svoleiðis. Já, þetta er fljótt að líða. Það er náttúrulega sko níða myrkur úti. Já. Og já, það er enda búið að vera þannig bara eða sem við mættum inga í stúdíóið. En hvernig er helginni okkur? Hún er bara nokkuð góð, þetta er alltaf ammælisvikan. Já, þú ætla samt ekki að halda neitt upp á það. Nei, við erum í gig í kvöld og gig á morgun. Já, reyndar, og við erum í tökum alla helgina heil. Já, það er mikið að gera hjá mönnum, en það fer að koma jólafrí. Já, ég get ekki beðið eftir að fara í jólafrí sko. Já, en ætlar að sko er eitthvað leiðilegur en að flytja? Finnstu hvað það? Hafið þið kynst einhverju leiðilega heldur en að byrja hluti? Það er leiðilegt að flytja. Góð spurning. Þegar þú ert komin inn. Það er leiðilega en að flytja. Já, það er náttúrulega ekki að þú ert búin að flytja, en ég er að tala um þú ert að flytja. Það er ekki gaman. Svo er bara líka svo gaman, þú ert með nýtt hús og þú fyrir að mála. Já, það er búið að mála. Ég reyndar hef ekki tekið, sko, ég er ekki sá vinsalegasti að nýju húsin því að við erum búin að vera að skjóta þessa bíómynd allan tíman sem við erum eiginlega að flytja. Og ég er alltaf bara að trúðast eitthvað stáður út í bæ og öll fjölskylda mín og fjölskyldan er Rakel að mála fyrir okkur sko. Og Rakel að mála fullu ólétt. Lundin, það rýmur eitthvað þjóðu verið þakklátt þegar þessi mynd kemur í bíó. Já, það er bara svona sko, málinguna, það sem ég sko
að mínum að þá er svo mikilvægt að mála húsið sitt af því að þá kynnistu því hverjum einasta krók og kima maður. Já, ég er þá ekki búin að kynnast því. Þú ferði í veggina og tekur hotni út svona einhvern veginn að bonda við það. Ég málaði hendur ekki íbúinu sem voru að flytja úr og ég þekkti hann ákveðlega. Var þú með svona rúmkólaherbyggi svo stóni hérna? Nei, Jú, 220. Eitthvað lanherbyggi Nei, ég lan ekki. Þú pottit með auka herbyggi. Og ef ég þarf að gera hitt þá er oftast bara í setnaherbygginu inn á baði. Ég fer ekki í eitthvað hólur. Ég öllu stressur. Ég get lofa þér að þú ert með auka herbyggi í húsinu, staðfest. Þú ert með auka herbyggi, staðfest. Það er annað barn á leiðinni. Villa, ég get lofa þér nú herbyggjum. Þetta er ekki villa. Ég get ekki beðið eftir að fara í influensparti og púp sko. Það þarf að gera bara eftir ekki að við flytjum 1. nóttin verður núna á sunnudaginn. Er ekki bara milli jól og nýja og sérna, ósýnast? Ekki COVID. Ég er ekki bad boy af COVID eins og Steindi sko. Ég get ekki verið að halda innflutningsparti þegar það má ekki vera þar. Þeir eru búin að hvetja með að halda stóra ammælisveisluðin í allan hátt. Já, Steindi þarf að halda milli jól og nýjars. Ég er búin að hlýða Þórólfi og öllum núna á þessu ári. Já, haldi það fram. Nei, haldi áfram. Ég er búin að vera þægilegur í öllu þessu konsepti. Við megum ekki vera að spreyða þannig. Ég er komin í Þórólfur out. Ég er að fara að byrja núna með á Twitter. Er hann cancelled eða? Nei, ég er bara Þórólfur out. Herferðin mín er að vera þetta í gang. Nei, við þurfum að það er búið að senda okkur. Við þurfum að segja hlustum að klára þetta. Það er að koma vaccín og við nennum ekki einni bylgi viðbútt. Fjandinn hafið hann. Við sem þjóð, við klárum 4. bylgjuna sem kemur milli jól og nýjás saman. Kemur bylgja þá? Já, auðvitað. Það er allir að fara, hvað heldur þú? Það er allir að fara í búðun að vesla partískell. Það er sko, gimmin er að fara að opna 1. mars. Það er að koma önnur bylgja, staðfest. 1. mars? Já, 12. janúar. Er ég aðdunlusti 1. mars? Nei, heldur þið sé að fara að opna í 4. bylgjunni, bara í klæmaksinu. Hvernig helginni þér Þú veist, en málega, það er ein bylgja, Palli, fólk er búið að surviva 3 áriðna, slakiði á, það er ein eftir. Svo er mótætni. Ég er bara að taka upp með þér blóndi og vonandi næ kannski einu tíma rauðvískljósum og síðan er náttúrulega bara aðdunlaus, þú veist. Og bara það er staðan. Fallega loka orð hér í FNÍ5 blöð þennan föstudaginn og takk fyrir hlustunum. Við verðum mættir hér með síðasta þátt okkar á þessu ári. Það er næsti þáttur 18. des þegar svo er bara jóladagur og nýjárstagur föstudagur. Og við minnum fólk á að næla sér í The Greatest Board Game of All Time sem er partiskellur og fæst í næstu verslun í bili. Það er bara þannig. Og í næsta þætti þá förum við árlega jólajapskönnuna. Þannig að og spurningkeppnin lítur að vera King of Christmas. Hvort notar þú? Vísakort eða debitkort? Já, ég nota vísakort. Já, ok, ætla þú eða ertu að hugsa að þiggja eða gefa jólajafl þessu jólin? Er þetta að fara dætt inn? Heyrjumst næsta föstudag. Mér heyrist það.